Ég heiti Ólafur Steinn Sigurjónsson og doktor í stofnfrumu líffræði. Ég forstöðumaður rannsóknar og nýsköpunar í Blóðbankanum, auk þess að vera klínískur prófessor í læknadeild og dósent í tækniverkfræðideild Háskólans í Reykjavíkur. Og hérna hjá okkur þá stundum við rannsóknir á sviði blóðbankafræða, vefjaverkfræði og í stofnfrumu líffræði. Í stofnfrumu líffræðinni höfum við aðalega verið að stunda rannsóknir á því hvernig hægt að rækta stofnfrumur með möguleikann að nota þær í læknisfræðilegri meðferð í framtíðinni. Við höfum verið að vinna því að þróa prótókóla sem að ganga út á það að nýta þær blóðflögur sem annars fargað í blóðbankanum til ræktunar á þessum frumum upp á það að geta notað þær mögulega í framtíðinni í læknisfræðilegri meðferð. Stofnfrumur eru frumur sem meðal annars að finna í líkamanum og geta myndað aðrar frumur í líkamanum. Stofnfrumur má skipta niður í annars vegar stofnfrumur úr fósturvísum sem hægt að taka á mjög snemma á fósturstiginu og svo þess að við köllum sómatískar stofnfrumur sem að finna alls staðar í líkamanum, meðal annars í beinmörgnum, þar sem við tökum til að mynda okkar stofnfrumur sem við köllum mesenkimal stofnfrumur. Og þessa frumur má þá nota til að mynda beinfrumur, frumur brjósksins og frumur fituvefsins. Í dag er rauninni bara ein tegund af stofnfrumum sem er notuð í rútínu læknisfræðilegri meðferð og það eru blóðmyndandi stofnfrumur en sú vinna fer meðal annars fram í Blóðbankanum í samstarfi við Blóðlækningadeild Landspítalans. Hins vegar vonumst við til að í framtíðinni þá getum við notað stofnfrumur bæði beint og óbeint til þess að lækna flóknari sjúkdóma á báði við Parkinson og Alzheimer, en ég legg ríka áherslu á það að við erum ekki komin þangað ennþá og við erum ennþá langt í land og þess vegna er mikilvægt að efla grunnrannsóknir á sviði stofnfrumna, þannig við skiljum betur stofnfrumuna, við skiljum betur hvernig hún sérhæfist og við skiljum betur hvernig við ætlum að rækta hana ef við ætlum að nota hana í meðferð fyrir sjúklinga.